kannski fer tiltölulega hratt yfir þetta, þannig að þetta okkur ferskt í minni. En JavaScript þessi seinasti partur af þessari þrend HTML, CSS og JavaScript. Og þetta svona, já, áhugavert forritunarmál. Og þið eitthvað sem hafa verið að læra forritun í fyrsta skipti og hafa verið að læra bæði Java og JavaScript, þá svona mjög mikilvægt að þekkja svona grunnmun á Java og JavaScript. Og þá það þetta þýtt eða compiled forritunarmál versus túlkað eða interpreted forritunarmál og svo hvernig típukerfið mismunandi á milli þeirra. En síðan svona syntaxlega séð, svona hvernig við skrifum til dæmis if og for, svona keimlíkt, þó svo að það séu svona grunninn mun fleiri svona, já, munir á Java og JavaScript. Og svona kannski þriðji hluturinn sem hvernig það fjallar hluti, en við fórum ekkert mjög djúpt í það var svona í lokin aðeins fjallaðum í námsefninu hvernig við skilgreinum hluti og hvernig það gert í gegnum prototypu inheritance í JavaScript, en ekki svona klassískt object-oriented klasa-basera virkni eins og í Java. En í JavaScript hafa breyturnar ekki típu, heldur hafa bara gildin típu. Og við höfum þessar primitive típur, string number, big int, boolean, undefined, null og symbol. En af þeim string number, boolean, undefined og null það sem við höfum mest unnið með, eða eiginlega bara unnið með. Svo erum við með object sem þá bara komplex típa, sem þá að safna saman með key value mapping, flóknari hlutum, þar sem við erum með eitthvað object sem þá skilgreindur með curly brackets, svo kemur eitthvað heiti á einhverju lykli og value á honum síðan eitthvað annað gilt JavaScript gildi sem getur þá verið primitive eða object eða array og þannig fáum við flóknar hluti og höfum skoðað kannski mest í gegnum JSON. Strengir, þetta skrifa þá með á þrenna vegu, helst nota maður í dag svona backtick strengi ef maður ekki bara með einfalda strengi, þar sem við getum notað þetta sem heitir template literals og inn í það getum við notað interpolation, þar sem við notum dollarmerki, curly bracket til að setja JavaScript segðir inn í streng og við getum líka látið strengin okkar taka fleiri línur og svona, já, æskilegasta leiðin til þess. Svo erum við number sem eina típan til að vinna með tölur, hvort sem það heiltala eða rauntala bara yfir höfuð og tengt því vandræði sem koma að því bara hversu mikla nákvæmni við höfum. Svo erum við boolean gildi sem true eða false, undefined sem gildi á breytum og eigendum hluta sem ekki hafa verið skilgreindar og null sem þetta vísvitandi fjarvera gildis. Og ef við reynum að kalla eitthvað á null eða undefined sem ekki til, þá fáum við null reference villu á keislutíma og við höfum bæði séð persónulega og svo sáum við skemmtilega hjá Netlify að það kom upp villa þar. Þetta ein algengasta villa sem maður lendir í. Þú ert að skrifa eitthvað í JavaScript og þú gerir ráð fyrir því að það sé skilgreint þegar það ekki skilgreint. Og þess vegna hef ég svona leynt og ljóst verið að nota þetta JS check sem bendir manni á það þegar maður að fara að gera þessa villur. Þú ert að segja finna þetta element og kalla append child á það, en þetta element gæti verið null, þannig að þú ættir að gera ráð fyrir því að það case geti komið upp til þess að vera með skotheldari kóða. Og svo erum við samanburðin og þar erum við að nota 3 samasemmerki, truthy og falsy sem byggir á allir þessu hvernig þetta típukerfi virkar og þetta type coercion að við getum sagt if og svo eitthvað gildi sem tala eða object eða array eða null eða undefined og út frá því segir JavaScript að það einhver vörpun sem á sér stað, þetta object truthy. Þar af leiðandi ætla ég að keyra þessa kóðablokk sem inn í þessu if statementi. Ja, þetta tómistrengurinn falsy, ég ætla ekki að keyra það sem inn í þessari if
blokk. Svo erum við með lógíska virkja, bæði tvístæða and- og or-virkja og not-virkja sem eru með uppröfunarmerki. Svo búum við til JavaScript forrit út frá segðum, skipunum. Þannig að forrit eru bara samansöfn af skipunum og skipunum eru samansöfn af segðum. Þannig að einfaldasta JavaScript forritið mjög einfalt, en það flóknasta óendanlega flókið. Semikoma í JavaScript, sérkapitúli, þurfum ekki að setja það inn. Ef við setjum það ekki inn, þá automatic semicolon insertion sem skilgreinir hvernig það gert. Svo getum við skilgreint breytur með let, const og var. Þetta eitthvað sem grunnþekking á JavaScript og af hverju við notum ekki var, af því það bara eldri leið sem hefur inherent eða svona, það bara vesen á því sem við þurfum ekki að taldaka. Það bara, ef það eitthvað, þá getur ég sagt, var eldri leið sem við ættum ekki að nota í dag. Við ættum að nota let, const og þá aðalega hver munurinn á let og const. Og let leyfir okkur að endurskilgreina að öllu leyti breytuna, const leyfir okkur ekki að endurskilgreina yfir í aðra típu. Þannig að ef við segjum const foo fylki, þá getum við ekki breytt því yfir í streng eða einhverja aðra típu. En við getum samt sem áður haft áhrif á það hvað inn í þessum object eða inn í þessum array ef við erum búin að skilgreina. Þannig að við getum sagt const items tómafylkið og sagt svo items.push og slice og pop og alls konar aðgerðir, en við megum bara ekki skilgreina aftur sem einhverja aðra típu eins og streng. Nei, en þú getur tæmt það og þá ertu eiginlega komin nýtt fylki. Og það bara þetta, breytur hafa ekki típu, gildin hafa típu. Svo tengslum við Node og Vavaran, þá þessi mismunandi keisluumhverfi, en keisluumhverfið gefur okkur samt aðgang að þessum grunnvirkni, þessu standard library sem í JavaScript, til dæmis eins og number og math og date. Svo höfum við flæðistýringar og lykkjur, eða control flow structures og iterators og loops, if, while og do while, for, og svo höfum við for off og for in líka, þess að við getum notað til þess að fara í gegnum þá hluti sem skilgreina iteratora, en þið þurfum ekki að vita nákvæmlega hvað það bara þið getið lesið hérna for const item of items, og þá verið að fara í gegnum array af einhverjum itemum og hvert item þá itemið. Þið þurfum að geta lesið þetta, þið þurfum ekki að skilja þetta eða geta útskilt þetta. Svo erum við föll, þau eru alls konar. Grunninn, blokkir og kóða sem geta haft nafn, þannig við getum líka haft ónefnd nöfn eða anonymous functions. Hugsanlega með skilagildi og þá það með return, og ef þau eru ekki skilgreind þá skilar fallið undefined. Geta verið fleiri en ein færibreytur eða viðföngað argument, hvað sem við kalla það. Svo erum við með scope. Þetta svona á mörkunum, það gott að vita, það scoping reglur í JavaScript sem skipta máli. En ef það eru knöppa tíma að undirbúa ykkur fyrir prófið, þau þurfa ekki að fara djúpt í þetta, en við erum með lexical scope per fall, og svo getum við, ef við skilgreinum ekki breytuna, þá fyrir í global scope, og breytur sem við skilgreinum fyrir utanföll í global scope, og svo þetta fyrir var, að var með öðruvísi scope skilgreiningu en let og const, en let og const eru bæði block scope. Þau eru skilgreind inn í því blokki sem við erum að vinna með. Hvort sem það inn í ifi, eða inn í forlúpu, eða inn í falli, eða bara ónefndu blokki. Við getum prófað að setja bara let a og svo bara curly bracket, let a, og þá það annað scope. Mismunandi skópur og sömu breytum mun sama heiti. En þetta svona dýpri þekking á JavaScript. Svo höfum við arrow functions, eða með svona fat arrow, þar sem við getum búið til ónefnd föll á hraðan máta,
Maður sér þetta oftast í einhverju svona event handlerum eða einhverjum þegar maður gerir const eitthvað fall jafnt og þetta gildi. Þetta bara gildi eins og önnur gildi í JavaScript. Og þarna getum við sleppt sviganum ef ein færi breyta þannig að argument, þá getum við sagt það bara beint. Og við getum sleppt líka curly-bracketunum ef það bara ein segð og þá henni sjálfkrafa skilað. En ef við setjum í raun curly-bracket þá erum við að fara að skila með return einhverju gildi. Og parametrana þá gildir það sama. Þeir hafa ekki típu, heldur gildi sem sent inn. Þar af leiðandi í föllum getum við ekki vitað hvað að koma inn. Og við fórum svolítið kannski harkalega í það í verkefni 7. Þar sem við vorum bara strax eitthvað, ok, hvað það sem að fara að koma inn? Hvað ef það kemur inn eitthvað sem ekki talað eða ekki strengur? Hvernig ætlum við að díla við það? Ætlum við að reyna að túlka null, telja hvað margir stafir í null, fáum null exception. En svo líka annað sem að kannski fórum ekkert mikið í en svona dýpri JavaScript pælingar að primitives eru pass by value, þar að segja gildið þeirra afritað yfir í kallið í fallinu, en objects, object og array eru pass by reference. Þannig að við erum með fall sem gerir breytingu á fylki eða breytingu á object, þá breytum við því objekti sem var sendt inn. Það ekki verið að fara að búa til að afrita því. Og þá kemur það yfir í svona hvernig getum við klónað hluti í JavaScript og hvernig getum við gert það svona með shallow copy og deep copy þar sem allt kopíað eða eingöngu fyrsta lagið af hlutnum. Svo tengt aftur scoping að við getum verið með innri föll, þannig við getum föllur í föllum inn í föllum og scoping eru þá þannig að við höfum aðgang í ytra scope en ytri föllin hafa ekki aðgang inn í scopeið á innri föllunum. Þetta alltaf svo þetta bóksin í bóksum. Svo erum við með closures eða lokanir sem leyfa okkur eins og allir með sem við höfum notað kannski, ég hef nefnt það nokkrum sinnum. Það þetta sem við erum að nota þegar við erum að búa til event handlera sem eru keyrðir síðan þegar ég íta á einhvern takka sem að ég skilgreindi inn í einhverju forloopu, að forloopan bjóð til closure utan gildi sem við sáum. Þannig að þegar ég íta á takkan, þá veit ég að ég íta á takkan sem er fyrir gildið HTML eða CSS eða JavaScript eins og við vorum að gera bara í seinasta tíma í hópverkefni 2 grunnunum sem við vorum að vinna saman. Að þetta closure sem búna til. En scopeið mjög mikilvægt og alveg vel skilgreint í JavaScript og leyfir okkur að gera skemmtilega hluti. Þannig að þetta svona, ef við viljum ná alveg topp einhvern á prófinu, þá eitthvað skóp sem við þurfum að skoða, en ekki eitthvað sem við verðum að fara neitt rosalega djúpt í, en að vita allir hvernig eru scoping-reglur fyrir breytunar, scoping-reglur fyrir föllin og svo hvernig við myndum closures. Svo erum við með fylki og fylki nota þetta bracket notation og svo erum við með properties á objectum og það ekki bara á objectum, heldur líka á öllum bara gildum. Þannig að við höfum notað á strengi, getum við gert length til að fá lengst strengsins. Á tölur getum við gert toFixed til þess að fá þar með ákveðið mörgum aukastöðum og svo bara á almennum objectum. Og það getum við notað bæði þetta dot notation og bracket notation. Object, þetta bara geymsla fyrir gildi þar sem hvert gildi á sér nafn. Hvert gildi getur á sér primitive eða flókna hluti. Og mér persónulega, ég held að það sé best að hugsa þetta svona bara eins og JSON. JSON byggt á þessu, þetta ekki nákvæmlega eins, en þetta nógu líkt til þess að það módel svona, í byrjun nógu gott mental módel það hvernig þetta virkar. Svo getum við tengt saman HTML og JavaScript okkar. Þannig að allt sem kemur hérna upp að, þetta bara JavaScript sem forritunarmál og JavaScript bara mjög mikið notað forritunarmál, alveg rosalega mikið notað. Og svo vill svo til að við getum notað það og þetta það sem við notum á vefnum til þess að forrita virkni á vefinum okkar.
og það gerum við aðeins með DOM-ið og DOM-ið staðlaða W3C eins og HTML, eins og CSS en ekki eins og JavaScript. JavaScript sérpartur sem staðlað að ECMA undir heitinu ECMAScript. DOM-staðallinn heldur ekki bara sérstaklega búinn til fyrir JavaScript, hann bara búinn til almennur og hann með útfærslur í Java og í C# og í öðrum fordunarmálum. Þannig að núna þegar þeir eru búin að læra þetta að nota DOM-ið þá eru þið óvart búin að læra líka hvernig að vinna með XML-skrár, ef þið lendi eitthvað tímann í því. Og hvernig þið bara vinnir með þessar pælingar í öðrum fordunarmálum. Og það eru mjög margar leiðir til þess að eiga við og breyta og ferðast og finna og gera alls konar með DOM-ið. En við höfum kannski aðalega að nota hérna parent node og child nodes. En við höfum mest verið að finna element til þess að gera einhverja breytingar á þeim eða eyða þeim. Og þar höfum við notað query selector og query selector all. Og þetta notar CSS selektora til þess að leita að elementum og query selector leitar að fyrsta elementi eftir depth first. Og query selector all leitar að öllum elementum sem finnast eftir selektorinn. Svo núna þegar deyjur þeirri gleði sem að búa til element með JavaScript og ekki DOM-ið og það rosalega svona verbose eða svona það er marga línur til að gera litla hluti en það hægt að búa sér til hjálparföll sem að leyfa okkur að gera það kannski hraðar og aðeins meira efficient. Svo erum við með attributes, við getum stilt við erum með class list, við getum átt við hvernig class elementið, attributið og elementum hafa sér nákvæmlega og sáum bara í dæmi í sensta tíma hvernig við getum gert það til þess að gera virkni sem ekki bara eingöngu í JavaScript, heldur að nota CSS til að gera það sem CSS gott í því sem að stýra útliti. Þannig að nota eitthvað svona hidden class til að láta hlutin birtast eða ekki birtast. Svo getum við hugsað líka, svo getum við farið með þetta lengra og jafnvel nota JavaScript og tengja einhvern veginn inn í CSS til að láta hlutin ekki bara birtast og hverfa, heldur hugsalega birtast og hverfa á einhverju tíma með einhverju animationi. Þannig að við getum bætt við og unnið með og tengt saman animationir í CSS við JavaScript og gert alls konar. En svo myndi maður lenda á einhverju vegg þegar maður að fara að vinna í því og þá hægt að finna svona alls konar library sem leyfa okkur að búa til animationir sem tengja saman pælingarnir í CSS og JavaScript. Því að það er ekki alveg nógu gott. Þó svo að vera betra eins og með view transition sem ég sagði frá hann. Svo erum við með atburði þegar við tökum við einhverjum gögnum og skipunum frá notendum og þau segja okkur ýmsa hluti það sem gerðist, hvort sem það klikka með mús eða með lyklaborðinu eða ítt á enter eða formið var submittað eða whatever og þau eru ósamstillt eða asynchronous. Og við getum skráð að við viljum taka þátt í því þegar eitthvað gerist og það meðhandlanir eiga sér stað ein í einu og við notum til þess add event listener þar sem við erum með eitthvað nafn á þeim atburði sem við viljum taka þátt í, hvort sem það klikk eða key up eða submit eða eitthvað annað og svo eitthvað fall sem keyrir við atburðin. Þannig að þá erum við að segja að þetta á að keyra þegar þessi atburður á sér stað. Event hluturinn, svo sjálfgefin hegðun og við maður skoða það hvernig við getum notað prevent default. En svo eru líka fleiri hlutur hérna, eins og hvernig hann propagatar upp tréð, hvernig eventin, og svo ég ítta botton hérna þá getur klikk atburðin á sér stað og því elementin sem það inn í og því elementi sem það elementir inn í alveg upp að bara HTML elementinu. Svo eru einingar og einingar bara sem almennt búa til eitthvað API og þá forrit sem við erum að búa til. En í JavaScript höfum við notað ECMAScript skilgreininguna, ECMAScript modules og það þessi import og export hegðun. Og bara í dag, komið upp í held ég bara 98% stuðningu eða eitthvað. Þannig þið þurfa að vita import og export, hvernig hagar það sér og hvernig notum við það. Þið þurfum að geta lesið það, svona í þennan einfaldasta máta. Sáum til með stæmi það sem bara mjög keimlíkt því sem ég myndi mæla með að þið
kunni skil á í seinasta tíma. En ósamstillt forritun eða asynchronous programming, við erum að bíða eftir einhverjum atburðum eða við erum að sækja eitthvað yfir net, á disk, eitthvað sem tekur tíma, sem gerist ekki bara strax þegar forritun að keyra, heldur þarf að bíða eftir því. Það þetta ósamstillt forritun. Þar getum við unnið með callbacks, promises, það þurfum að vita þessi mun af þessu þrennu, og svo async og await, sem það sem við notum helst, sem þetta svona syntactic sugar yfir promises. Það sem við getum látið eins og ósamstilltu forritin sem við erum að vinna með hægi sér eins og þau keyri bara í línulegu flæði, ein skipun á eftir annarri. En það krefur okkur að vita hvernig við erum að nota async á föllin okkar og await á réttum stöðum til þess að bíða eftir að keisla keyri. Og síðan ef einhverja villu koma upp, hvernig við getum náð þeim með try-catch. Þá kemur aftur þetta að villumeðhöndlun í JavaScript ekki eins og villumeðhöndlun í HTML og CSS, og ein villa í JavaScript forritun okkar getur bara látið allt verkefnið okkar hætta að virka. Og þá það hérna, passa upp á það að við séum ekki að reyna að nota einhver eigindi á hlutum sem gæti hugsanlega verið null, athuga hvort þau séu skilgreindir áður, og að þegar við köllum í einhver APIs, hvort sem okkar eigin eða einhver annara, hvað gerist ef þau skila villu með því að gera throw, að nota try-catch til þess að vera með villu meðhöndlun. Og þá annars sem tengist inn í progressive enhancement og þessar pælingar sem við töluðum aðeins áðan í sambandi við CSS-i, að vera með unobtrusive JavaScript. Eldgömul pæling þannig séð, en samt sem eitthvað sem mér finnst alltaf eiga við. Að hvað gerist ef JavaScript okkar keyrir ekki? Vefurinn okkar ónothæfur eða hann nothæfur? Hann ætti að vera nothæfur. Og svo ef við erum að reyna að nota einhverja, eins og nýja API-a, eins og við skoðum aðeins í verkefni 10, getum við einhvern veginn séð hvort að þessi virkni sem við erum að reyna að nota sé til og ekki bara brotna ef hún ekki til. Og jafnvel lengra að sem dæmi ef við notum session storage eða local storage, að það hægt að setja upp í vafra extensioni sem banna vefforritum að nota það fyrir fólk sem vill bara ekki að það sé notað, að það sé ekki verið að geyma einhver gögn á tölvunni þeirra að þeim óspurðum. Og ef þú nota það, þá bara búið að fjarlægja local storage og session storage objektina úr keisluumhverfinu. Þannig við getum ekki einu sinni gert ráð fyrir að þeir séu til staðar. Og hvað gerist þá bara ef við segjum bara local storage.set eða svo aðferð til, og það bara local storage undefined. Þannig að við fáum villu við það að kalla það. Þetta svona fólk sem svona, það má kalla það paranoid eða eitthvað, en það þarna úti og hversu mikið viljum við styðja það? Hversu mikið viljum við vera til í allt og gerum ekki ráð fyrir neinu? En aftur, þá erum við kannski orðið það paranoid. Við erum svona paranoid by proxy við að reyna að styðja öll þessa paranoid einstaklinga þarna úti. Svo í verkefni 9 fórum við að kalla í vefþjónustu og sækja einhver staðar af netinu og gerum það með HTTP og erum í raunum búin að vera að nota HTTP allan þennan tíma. Það bara allt það sem við erum að gera þegar við erum að biðja eitthvað, þá fáum við eitthvað tilbaka. Og það þetta request og response sem heitir clients og servers. Og við erum með einhverjar HTTP aðferðir og af þeim þá þurfum við að vita munin á þessum hérna tveimur. Bara get, við erum að sækja eitthvað, og post, við erum að senda eitthvað. Og það raun bara að geta lesið og gert greinamun á þeim. Þið þurfum ekki að geta útskýrt þetta. Svo þær fleiri og ef við komum í vefforritun 2, þá förum við dýpra í þetta og búum til vefþjónustu sem nýta bara þetta að öllu leyti og skoðum pælingar og heimspeki í kringum það. En svo þurfum við að vera með stöðukóðana og þar þurfum þið að vita hvað merkir 200 stöðukóði, 400 stöðukóði og 500 stöðukóði. Þess að 200, þetta gekk, ég gæti sótt þetta. 400, það einhver villa hjá mér, þó svo 404 sem svona kannski einn þekktasti villukóðin, not found. Svona líka villa hjá server, og þegar hvað þýðir það eitthvað fannst ekki. Ef ég gat fundið slóð á það,
er það mér að kenna að það er ekki til eða services. En svo 500 villur, það er bara eitthvað að í þeim vefþjónum sem við erum að kalla í. Og þegar við fyrir að vinna þá á móti vefþjónum, að þá er þetta aftur hérna, hvað gerist ef vefþjónin hættir bara allt í hérna að svara? Er forritið mitt að fara að springa loft upp eða er það að fara að birta það að sé ykkur villa? Svo JSON sem við erum búin að tala svolítið og við erum búin að nota nýlega og við erum að nota í verkefni núna. Ajax eða Fetch sem er líka svona gamalt heiti sem ég á erfitt með að hætta að nota. En það er bara þetta að sækja gögn ósamstillt asynchronously á síðunni. Þannig ég íti okkur takka og þá sækist eitthvað á einhverju vef og ég er ekki að lóta öllu dótinu aftur. Fetch síðan það sem við notum til þess að sækja gögnin yfir net í gegnum API og getum gert einfaldar fyrirspurnir sem eru þá bara einfaldar get fyrirspurnir og fáum tilbaka promise það sem að gerist síðan þegar vefþjónninn svarar. Og vefþjónustur, þar eru alls konar, við sáum eitt dæmi það í þessu veður vefþjónustunni sem við notuðum. En það er bara þetta, við erum að sækja eitthvað með vel skilgreindu urli yfir HTTP og fáum tilbaka einhver gögn í langflestum tilfellum á JSON-formati og vinnum síðan út frá þeim. En spáum samt í því hvað gerist ekki bara þegar allt gekk upp, heldur líka á meðan að við erum að sækja gögnin ef að vefþjónustan er hæg, hvað gerist ef vefþjónustan skilar villu og hvað gerist ef vefþjónustan svarar en það er tómasvarið. Þannig það eru, já. ESLint, lintir fyrir JavaScript, Prettier, Codeformatter fyrir JavaScript. Tala um eins og þessu í byrjun hérna. Villumeðhöndlun með try-catch, hvernig það tengist inn í promises kannski aðalega. Við getum verið með promise og þá getum við verið með catch sem aðferð af því promisi. En ef við notum async await þá þurfum við að nota try-catch utanum awaitið okkar. Og svo fallaforritun, higher order functions, ég held með að ég teki þetta út úr því efni sem við ætlum að fjalla en þetta eru svona pælingar í þessu sem við þurfum ekki að undirbúa og svo hlutir og hjúpun sem líka er í námsefninu og þau fóruð yfir en þið þurfum ekki að, það var ekki spurningar hvernig við búum til object-oriented viðmót í JavaScript með því að nota prototype-based eða class lykilorðið í JavaScript. Þau eru ekki að kunna það eða geta lesið það. Þetta er JavaScript. Spurningar?